Hefur fólk einhverjum tíman stoppað og velt fyrir sér, hvar eiginlega á diskinum? Því að kjötneysla, það ekki lengur bara eitthvað sem snýst hvað okkur finnst gott. Nei, þetta orðin rísastór, alþjóðleg umræða sem snertir allt frá því hvað við borgum í búðinni yfir í heilsu planetunar okkar. Nú skulum við kafa aðeins ofan í þetta og sjá hvaða stóra mynd gögnin sýna okkur. Við heyrum oft að kjötneysla segir bara alltaf að aukast. En þegar maður skoðar þetta aðeins nánar, sérstaklega á Vesturlöndum, þá kemur í ljós að sagan kannski aðeins flokknari. Það ykkur á seiði við matarborði og það ekki bara ein ástæða fyrir því. Ein stærsta ástæðan í raun alveg einföld, teningar. Þegar verðið á nautahakki hreinlega stekkur upp úr öllu valdi eins og þessi Reddit-nótandi lýsir, þá neyðist fólk bara til að hugsa innkaupalistan upp á nýtt. Kjöt ekki lengur þessi sjálfsagði hlutur í hverju einustu máltíð fyrir marga. En þetta snýst samt ekki bara veskið. Fyrir alveg jafn marga þetta meðvitið ákvörðun. Fólk að endurskoða samband sitt við mat, kannski út af heilsunni, kannski út af umhverfinu, eða bara af því að langar að prófa eitthvað nýtt. Og hérna erum við komin að kjarna málsins. Þetta bara einangru tilfelli eða við að sjá vísbendingar eitthvað miklu stærra? Við skulum núna lyfta okkur aðeins upp fyrir innkaupakörfuna og skoða hvernig hagkerfi heimsins og umhverfi spila inn í þetta allt saman. Allt í lagi. Til að skilja þetta flókna mál, þá ætlum við að byrja á að skoða breytingarnar á diskinum. Svo köfum við ofan í falinn kostnað hamborgarans, skoðum reikningin frá planetunni, greinum svo matarlist heimsins og endum á að velta fyrir okkur. Hvað eiginlega í matinn næst? Jæja, byrjum á fyrsta hlutanum. Kostnaðurinn við hamborgaran. Við skulum byrja á að skoða peningahliðina því það oft það sem fólk tekur fyrst eftir. Hvað liggur raunverulega á bakvið verðmiðan á kjötinu í búðinni? Þetta mjög góð spurning. Við vitum að það gríðarlegt landsvæði, vatn og fóður til að framleiða kjöt. Af hverju endurspeglast það þó ekki betur í verðinu? Svarið kannski svolítið óvænt og snýst ósýnilega hond sem hefur áhrif á markaðinn. Og svarið felst að stórum hluta í einu orði: landbúnaðarstyrkir. Hvað þýðir það? Jú, í einföldum máli sagt þá þetta peningar frá hinu opinbera sem notaðir til að halda verðinni á ákveðnum landbúnaðarvörum eins og kjöti niðri. Þetta því fallinn kostnaður sem við borgum öll í gegnum skattana okkar. Og til að átta sig á því hvað þetta mikið, þá gott að kíkja á dæmi frá Bretlandi. Þar þetta þannig að styrkir standa undir heilum 94% af hagnaði bænda sem með búfé á beit. 94%. Berið það svo saman við bara 10% í garðyrkju. Munurinn hann svakalegur og sýnir hvernig kerfið ýtir undir ákveðna tegunda framleiðslu. Þessi tilvitnun, hún eiginlega neglir þetta. Verðið sem við borgum við kassan segir engan veginn alla söguna raunverulegan kostnað fyrir samfélagið. Og þá við ekki einu sinni byrjuð að tala umhverfiskostnaðinn, sem einmitt það sem við ætlum að gera næst. Allt í lagi. Kafli 2. Reikningurinn frá planetunni. Því það ekki bara samfélagið sem borgar brúsaninn í gegnum styrki. Jörðin borgar líka sinn toll. Skoðum aðeins þau umhverfisáhrif sem fylgja matnum á diskunum. Hér talan sem fær mann virklega til að hugsa. Talið að dýralandbúnaður sé ábyrgður fyrir alltaf 20% af allri losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum. Til að setja þetta í samhengi þá það meira en allar samgöngur, bílar, flugvélar, skip, allt samanlagt. Þetta kjarninn í því að hverju kjöt orðið svona stórt umhverfismál. Og hérna verður umræðan svolítið flókin því það engin einföld svör. Annars vegar halda sumir því fram að smarri sjálfbær búskapur þar sem dýr og plöntur lifa í samspili geti verið hluti af lausninni. En á móti benda aðrir á þá staðreynd að langstærstur hluti af ræktuðu landi í heiminum fer beint í að framleiða fóður fyrir dýrin í iðnaðar framleiðslunni. En þegar við skoðum gögnin landnotkun þá myndin nokkuð skýr. Næstum 80% af öllu ræktarlandi heimsins notað annarkvort fyrir beit eða til þess að rækta fóður fyrir dýr. Þetta alveg ótrúlega stórt landsvæði. Og það sem kannski mest sláandi að allt þetta land, allar þessar auðlindir, skerar okkur aðeins 18% af heildar hitaeiningum mannkyns. Þetta vekur upp risastóra spurningu skilvirkni. Erum við nokkuð örugglega að nota auðlindir planetunar á besta mögulega hátt? Jæja, kafli 3, matarlist heimsins. En sagan ekki svo sama allstaðar. Þegar við vikkum sjónarhornið og horfum á heiminn í heild sinni, þá sjáum við að það allt önnur þróun í gangi á sama tíma. Þessi tafla sýnir þetta svo vel. Það algjör tvískipting.
Á meðan kjötneysla á Vesturlöndum að dragast saman eða standa í stað, þá þróunin alveg þveröfug í vaxandi hagkerfum Asíu, Suður-Ameríku og Afríku. Þar spáð miklum vexti eftir því sem lífskjör batna og fólk hefur meira á milli handana. Og hvaða kjöttegund mun svo knýja þennan vext áfram? Jú, gögnin sýna það alveg svart á hvítu. Það verður fyrst og fremst alifuglakjöt. Það ódýrara, skilvirkara í framleiðslu og þess vegna algenglegara fyrir vaxandi miðlistéttum allan heim. Það útskýrir alveg yfirburði þess í þessum spám. Allt í lagi. Síðasti kaflinn. Hvað í matinn næst? Í ljósi alls þessa efnahagsþrýstingur, umhverfisáhrif og þessar gjörólíku neysluvenjur, hvar stefnum við eiginlega? Og hvaða lausnir eru í boði? Byggt á þessum gögnum hafa vísindamenn og ýmsir sérfræðingar lagt fram nokkuð skýra aðgerða áætlun. Hún snýst að setja mælanlega markmið, horfast í augu við losun metans, styðja við nýsköpun í matvælum og síðast en ekki síst að endurskoða hvernig opinberu fé varið í þetta kerfi. Þannig að, já, við stöndum á algjörum krossgötum. Það ákvarðanir sem verða teknar á næstu árum, þær munu móta matseðil framtíðarinnar. Spurningin því ekki bara hvað hver og einn vill hafa á sínum diski árið 2024, heldur hvaða matvælakerfi við erum tilbúin að byggja upp saman fyrir komandi kynslóðir.